Til máls tekur háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Björn Valur Gíslason og beinir fyrirspurn til hæstvirts fjármála- og efnahagsráðherra. Forseti. Í upphaf síðasta kjörtímabils var myndaður starfshópur til að endurskoða lög um stjórn fiskveiða og leggja fram tillögur til breytingar á þeim sem hvað mest sátt mætti nú nást um. Þetta var fjölmennur hópur, þess að skipaður fulltrúum alla þingflokka sem þá satt á þingi, fulltrúum stéttarfélaga, sjómanna og landverkafólks, útgerðarmanna, atvinnurekenda og sveitarfélaga, svo einhverju séu til taldir. Eina megin niðurstöðum þessa starfshóps var það að það ætti að taka gjald af nýtingu auðlindarinnar. Gjald sem væri tengt afkomu greinarinnar, það að segja að auðlindanýtingunni. Þetta ekki fyrsta skipti sem að menn komast að slíka niðurstöðu. Það minnst 2 stóri hópar á áratugina þar á undan, 10–12 árum þar á undan sem hafa komist að svipaðri niðurstöðu. Það var síðan árinu 2012, fyrir fiskveiðiárið árið 2012-13 sem var sett lög hér á Alþingi veiðigjöld sem höfðu það markmið að taka mið að veiðigjöldin ætti að taka mið af afkomu greinarinnar, það sé sjávarútvegsins. Það fiskveiðiár voru veiðigjöldin 12,8 milljarðar. Það hefur síðan síðan lækkað jafnt og þétt frá því þau voru fyrst sett á, það er að segja fiskveiðiárið 2012-13. Samtals nemur lækkunin 9 milljörðum króna. Það er að segja það sem að veiðigjöld hafa lækkað á yfirstandandi kjörtímabili. Það er ekki vegna þess að það gengur illa í sjávarútveginn, það gengur býsna vel í sjávarútveginn, reyndar aldrei gengið betur sem betur fer, heldur vegna þess að þetta eru pólitískar ákvarðanir. Mér langar til að spyrja hæstvirtan ráðherra núna þegar að svo komið að veiðigjöld nema 7,5 milljarðar króna sem eru 10. hluti af arðseminni í greininni, hvort að hæstvirtur ráðherra finnist það eðlileg og sanngjörn skipting á arðsemi af sjávarauðlindinni, 1/10 renni til ríkisins, það er að segja eiganda auðlindarinnar, en 90% verði eftir hjá greininni sjálfri. Til máls tekur hæstvirtur fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Herra forseti, þetta var alveg dæmigerð ræða fyrir hugsunarhátt vinstri manna gagnvart atvinnulífinu. Það er að skammta sér einhverja svona tiltekna fjárhagslega stærð úr einhverju ákveðinni atvinnulífsgrein. Það er, ég veit að það er erfitt fyrir vinstri menn að hlusta á það. Skammta sér ákveðna fjárhæð, sagði ég. Vegna þess að hv. þingmaður hann lagði upp með það að 12 milljarðar væri bara fínt. Og ef að sú tala lækkaði eitthvað, það var uppleggið. Ég held að ég væri með orðið núna og ég þyrfti ekki eiga orðast af með menn hér út í sal. Menn ég verð að svara. Hæstvirtur fjármálaráðherra hefur orðið. Staðreyndin er sú að þessi ríkisstjórn mun á kjörtímabilinu taka 10 milljarða í veiðigjöld, langt umfram það sem vinstri stjórnin gerði á sínu kjörtímabili. Langt umfram það. En það er auðvitað ekki nóg. Útvegurinn mun líka skila tugum milljarða í tekjuskatta og launatengda skatta. En það er auðvitað heldur ekki nóg. Sjávarútvegurinn er eina greinin á Íslandi og eina sjávarútvegsgreinin í heiminum sem skilar sköttum af því tagi og í þeim mæli sem gert er á Íslandi. En það er auðvitað ekki heldur nóg. Menn hafa hér verið að keppast við að finna leiðir til þess að vega frekar að greininni sem að mun á endanum ekki leiða til annars en að menn munu fjárfesta minna, arðurinn mun minnka og skattstofninn sem menn halda að sé bara eitthvað gefin stærð, hann mun hverfa. Þannig mun þetta verða. Niðurstaðan er sú hjá þessari ríkisstjórn að stilla gjöldunum þannig fram að þau séu sanngjarnari. Við erum að fá til okkar milljarðatugi umfram það sem vinstri stjórnin tók, en það er sanngjarnari álagning. Og það er góð niðurstaða fyrir sjávarútveginn og fyrir þjóðina. Til máls tekur háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Björn Valur Gíslason. Virðulegur forseti, spurningin var mjög einföld og eðlileg. Við hæstvirtan ráðherra hlusta aftur.
finnst honum það eðlileg skipting á arðsemi greinarinnar, það sé sjávarútvegsins, að 1 króna hverjum 10 renni til ríkisins en 9 verði eftir á greininni. Ég skal gefa honum svarmöguleika. A, já, B, nei, til að auðvelda honum svari. Hitt rangt hjá hæstv. Ráðherra að halda því fram hér að ég hafi sagt það að 12,8 milljarðar hér á fyrsta fiskveiðiárinu væri einhver eðlileg tala. Það var fyrsta talan. Veiðigjöld væru hærri í dag ef við fylgt þeim, veiðigjöld væru hærri í dag. Það er óþarfi að berja í bjöllunum mínúturnar, herra forseti. Ég ræði alveg við þá einn. Það er mun hærri tala veiðigjöld í dag ef að hægri stjórnin hefði ekki farið að hræra í lögunum og skera niður gjöldin. Hvað er nú hægt að gera við 9 milljarða? Það er ríflega 1% lækkun á tryggingagjaldi sem dæmi. Það er ríflega 1% lækkun á tryggingagjaldinu sem hæstv. Fjármálaráðherra kvartar hér yfir að geta ekki lækkað vegna þess að það sé ekki svigrúm til þess. Það má gera ýmislegt til 9 milljarða. Hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson tekur til máls. Herra forseti, ég ætla ekki að svara þessari spurningu vegna þess að fullyrðingin er röng. Það er ekki þannig að 1 af hverjum 10 krónum fari í vasa þeirra sem er að gera út. Þetta er bara rangt. Þetta er bara dellu spurning sem að verðskuldar ekki svar. Hins vegar er það líka rangt að hér hafi verið lagðir á 12,7 milljarða veiðigjöld árinu 2012. Það sem var innheimt í veiðigjöld árið 2012 verið 9,7 milljarðar. Það skeikar ekki nema 3 milljörðum. Það er ekkert nema rangfærslur að það sem að innheimt var árið eftir sé einhverjum 3 milljörðum minna vegna þess að árið eftir voru innheimtir 9,2 milljarðar. Það sem hv. þingmaður hefur flaskað á að gera hér er að taka tillit til alls konar afslátta sem eru í kerfinu og leiða til þess að innheimt veiðigjöld eru mun lægri. Svona er þetta. En það er bara ágætt að það komi fram að þeir sem eru að tala fyrir þennan málstað, þeir ætla að hækka veiðigjöldunum 10 milljarða. Það er bara... Forseti biður hljóð í þingsalnum. Forseti biður hljóð í þingsalnum. Hæstv. fjármálaráðherra hefur orðið. Ég efast ekki ekkert að hafa hér skikk á þessum þingfundi. Þetta er þannig að þeir sem héldu að vinstristjórnin ætlaði ekki að standa við að hækka veiðigjöld í 20 milljarða, þeir þurfa ekki lengur að efast vegna þess að hér er það boðað að veiðigjöld yrðu hækkuð um 10 milljarða ef þessi menn fengju að ráða og þeir sem hækkuðu tryggingagjaldið stanslaust á síðasta kjörtímabili en ekki lækkuðu, þeir eru nú farnir að tala um það að þeir myndu hafa lækkað.